Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Klukkan 8 og með mér eru 2 góð og gamalkunnug andlit ykkur, góðir áhorfendur og hlustendur. Sigurjón Magnús. Kvöldið og María Lilja. Hæ. Hæ. Hvað segir þið gott? Fínt bara. Já, bara tusunett eins og sagt. Bara mjög ánægður. Já. Við féllumst hér í faðma frammi við Sigurjón og við vorum svo glöð að sjá hvort annað. Já, einmitt, akkurat. Það var ekkert annað. Ég var vitni að þeirri fegur. Þú ert náttúrulega eiginlega tiltölulega nýkomin bara tilbaka úr veikindaleyfi og gott að fá þig aftur. Já. Margelda tilbaka. Við vorum svolítið svona kvenmannslausir í kúr og trekki. Já, ég heyrði að því. Ég frétta því. Það fréttist alveg inn á hjartadeildina. Það er ekki? Jú. Það er gott að vera komin eftir. Já, fínt. Gamla daga var talað að væri svolítið hrútafíla í svona herbyggi þeir eru bara kallar. Þannig að þetta er leiðinda orð. Þetta er allt, það horfir allir betri vegar. Já. Það gerir það. Já. Og það horfir líka til betri vegar að við fengum allt of gott veður í allt of langan tíma, of mikið logn, of mikla sól og ekki dropi úr lofti. Nei, og þá var til svo mikil mengun og það fór að kvikna í skógum, sinueldar og annað fleira. Nú erum við komin aftur með gamla góða skítaveðrið og það læknar öll okkar megin, ekki satt? Jú, Það er náttúrulega grillus með þessa sinuelda. Þetta er alveg... Ég og Egill bróðir kveiktu mér svona mikið sinueld svona Granda það sem að voru skemmur hafskipsvoru. Já. Og það var alveg bara allt slökkvilið. Já. Við vorum svolítið í þessu krakkarnir í Gráunum líka, sko. Það voru mjög slæmir sinueldar þar á gamla ruslahaugasvæðinu og við þetta var svo mikið stuð, sko. Af því að þetta gerði svo hratt alltaf. Alveg bara... Við virðumst hafa verið bara mjög heppin í gær með vindátt þarna út af þessum eldum sem blossuðu þarna upp og lagði reik yfir. Þetta var heilmikill eldur. Upptökjum voru, sko. Já. En slökkviliðið fattaði ekki hérna í gömlu daga, sko. Þeir þökkuðu hrósu okkur allir fyrir hvað vorum duglegir hjálpa með að slökkva. Þeir vissi ekki að það var vissi kveiktum eldin, sko. Það verið mikill vilji til þess að bæta fyrir brot ykkar. Já. Maður velti fyrir sig, sko, að því að nú sá ég eitthvað viðtal við slökkvistjóran í gær, þar sem að hann svona útilokaði ekki neitt í rauninni í þessum efnum, en það var ekki það fyrsta sem honum datt í huga eitthvað hefði kveikt í. Hann sagði þetta nú líklega mögulega verið sígarettustubbur eða eitthvað svona sem að tryggja þetta. Það þarf nefnilega svo lítið. Nei. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög afbreytt ástand og það kom að því að það þurfti að rjúfa vítaringin bara of gott veður í ólenga tíma í einu. Og nú bara fekk maður framan í sig þetta er fínt. Ég var voðalega glöð á leiðinni hingað áðan þegar það ringdi yfir mig. Ég hugsaði, hvað er gott fyrir lungun og andrúmsloftið að fá. Og nú höfum við Íslendingar eitthvað að svona sammælastum. Við getum svona farið að vorkenna okkur yfir veðrinu. Já. Og vorum það reyndar, sko, út af þessari mengun. Þegar nefnir loftið, sko, það er allt annað loft í dag en hefur verið bara. Ég finnst þetta að vera þannig að fólk þurfa að sækjum að fá að vera á nagladekkjum. Já. Það þurfa að sækjum það. Já. Og rökstyðja hvers vegna. Og borga kannski bara aðeins aukalega fyrir það, eins og er á mörgum stöðum í heiminum og í Noregur er með þá regluna. Og Noregur er nú ekkert frábrugðin okkur, svona veðurfars og landslagslega. Sko. Og svo eins og rætt hefur verið, ef ástandið er einstaklega slæmt, þá þyrfti að vera til einhver úrræði þannig að kannski helmingur bílaflotans bara sé skilin eftir. Sumar þjóðir segja bara þau bílnúmer sem er með endar á slettri tölu, þau verða heima í dag og 8 tölur á morgun og svona. Þetta hefur verið gert í London. París og bara, það er hérna er þetta svo nagladekki sem eru tryggst. Þetta var hryllilegu vetur fyrir nagladekk. Það bara, ef hann er lokið, kannski er hann ekkert lokið, kannski koma núna snjóakablar og eitthvað svoleiðis, þannig að En það hann var hérna hjá mér, hann Þorsteinn sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun. Hann talaði þetta, það voru 40% meiri mengun af bíl og nagladekkjum. Þeir spæna meira malbyggi heldur en venjulegu bíl. 40% er ekkert smá. Nei.
Það er satt. En ef við aðeins að ræða pólitík áður við förum í kynningu á efni dagsins. Þið voruð með ansi fína þátt í gær, Sigurjón, þú og Gunnar Smári bróðir þinn og hann hefur verið fréttaefni í dag. Hvað er það sem að íslenski fjölmiðlar eru að vísa í? Það er það að við fengum Brynjar til að sem sagt, hann verður á lista til borgarstjórnar, framboðslista til borgarstjórnar. Brynjar Níelsson, já. Og hann setur svona, þetta sagði já við því ef hann yrði svona 3. til 4. sæti. Hann enga frekju. Staðfesti það hjá ykkur í gær, í þættinum. Já, hann er svo hóvaran Brynjar, hann er svona búin að vera manna lengst þarna, svona í framlínunni en alltaf í 2. eða 3. sæti. Já. Já, kannski, Hildur náttúrulega númer 1. Og er þetta ekki bara smart að vera ekki að tróða sér upp í annarsæti? Jú, en það eru stór tíðindi, þessar hreinsanir eins og það er kallað í borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna. Þeir eiga eiginlega engu, Þau áttu nú svolítið erfitt uppdrátt eða, Hildur Björns og hvar var það, Sandra og Ókaræs og einhverjar áttu svona, það voru svona svolítið upp á móti hvori annir í borgarstjórninni, þannig að það er kannski eðlilegt að hann sé svona hreinsaður til listin og lagaður að Hildi betur. Ég held að sé þannig að aðeins einn að núverandi borgarfulltrúum, náttúrulega fyrir utan Hildi, lifið af. Já. Og ég held að sé bara þannig. Og þá er það bara hverða það er, Já. Mér finnst sjálfstæðismenn bara, ég verð að segja það, bara með ábyrgum hætti, svolítið að svara þeirri óánægju þeim bara mótmælum sem að mælast gegn einhvern veginn þessum fulltrúum sem hafa verið þarna svona mest áberandi inn í borgarstjórn með viðhorfskönnunum sem við höfum hort á núna lengi, það er rosalega óánægja með borgarmálin. Ég held að þetta sé nú bara frekar skynsamlegt og bara ábyrgt hjá þeim að tefla fram nýju fólki. Er það ekki? Jú. En svo er vinstrið. Já, óbreytt ástand hjá vinstrinu, hvað var það sæti annað sæti, 3. sæti og 7. sæti, þau voru að keppa 4. og 5. er þá vor til vinstri sem á þau en einmitt, hann hjólaði þarna hann Rækart Finnur í Líf og hafði ekki mjög mikið árangur en náði samt fekk fullt af atkvæðum en það má ekki vanmeta Líf á marga vini í flokknum og hún hefur verið lengi, hún á mörg Líf en það er en hún er ekki svarið við ákalli borgarbúa breytingar Nei, og ekki Sanna Magdalena, hún verður nummer 1 Lín nummer 2 og Stefán nummer 3 þetta eru borgarfulltrúar núna akkurat, þannig að svo á vor til vinstri væntanlega eftir manna 4. og 5. sæti því Finnur, mér fannst hann taka þessu svo flott hann gerði það mér fannst það alveg bara ungu maður í þessi fyrsta sinn og bara ekkert vesinn en hægrið og miðflokkurinn og samfylkingin þar stefnir í náttúrulega mjög mikla endurnýjun og breytingar en þetta er svona á vinstri ásnum þá verður þetta aðeins hefðbundara Samfylkingin hafnaði húnum Guðmundi Inga Þóruldsinni þau eftir að býta úr nálinu með það er svona svolítið einmitt verður hann í 4. sæti voru til vinstri það er bara aldrei þetta. Já, þú meinar. Nei, ég veit það ekki. Ég er bara... Mér finnst það... Stilera, Já, einmitt. Kannski myndi honum bara falla vel við það, þá hugmynd sjálfum og þá er bara spurningin hvort sönnu armurinn er sáttur við það. Við þurfum að kalla allt þetta fólk til borðs. Ég sé það í vikunni og spá spekular í þessu. Það fer að styttast í kosningabarátuna sjálfa. Já, ætli við förum ekki svona heldur að gera okkur í brók í umfjöllun. Já, það væri líka bara svo litið gaman að heyra hvað höfuðborgarbúar og bara svona landsbyggðar og svæðin öll hvað fólk sér fyrir sér að verði svona áherslumálin í pólitíkinni. Þetta sinni, ég er svolítið forvitin það. Leikskólamálin verða ofarlega hérna í Reykjavík. Já, þeir eru svolítið súrir í Reykjavík að hvernig Reykjavíkuleiðin er túlkuð, þau vilja meina að hún sé fyrir foreldra besta leiðin.
en svo einhvern veginn svo túlkað einhvers staðar í fréttum að svo sé ekki. Já, það er þetta... Og það er svona búin að leggja mikið í þetta, passa sig að vera sko með besta viðmótið, en fáu það ekki á móti, sko. Nei. Blessa fólkið. Einmitt. Heyrðu, eigum þá að fara í þátt dags í dag. Hann fullur af spennandi efni. Við erum með 5 þætti í kvöld. Þú ætlar að enda þáttinn, Sigurjón, á merkuspjalli við Þröst Ólafsson. Hagfræðing. Já, Þröstur er svolítið óútreiknanlegur maður. Hann er náttúrulega orðið fullorðinn, en hann er afskaplega velvakandi og skrifar fínar greinar. Já, mjög. Já, og hann í kvöld alltaf við að ræða sko, þetta sko, hvernig við kyndum alltaf bálið, hvernig við erum alltaf að, sko, við erum að virkja þá þurfum við að fá ykkur til að koma með ykkur, sko, við erum í græn orku, en seljum hann svo gráum miðnaði. Sko. Já, einmitt. Og hvort að við ekki bara sleppa ykkur að þessu. Já. Og ekki það er lokan einu sem fyrir er komið, en Þröstur svona, hann rökstuði mál sitt mjög vel, að það bara hvernig viljum við, og líka þessi, sko, þessi fylgir þessu allir saman, að það þá bara, erum við alltaf að kynda verðbólgunum, við erum alltaf að, sko, með hjólið og flegi ferð, og hvort við megum ekki aðeins, sko, hugsa þetta aðeins upp á nýtt. Þannig að hann að tala við annars vegar sem umhverfissinni og hins vegar sem hagfræðingur. Já, hann hvort þetta. Já, hann er sannlega. Það er svo fallegt að vera Þröstur umhverfissinni. Það er eitthvað svona viðeigandi. Já, hann er það. Hann var formaður skógræktarfélagsins. Já, einmitt. Þröstur í skógi. Guðmundur Páll Ólafsson, eftir frængur, bróðir hans, eða var bróðir, hann er látinn, sem skrifaði margar umhverfisbækur. Og þetta er í þeim, sko. Og ég þekki Þröst frá vel og hann er einmitt alveg mjög sannur í þessum hugsunum sínum. Þröstur í skógi. Já, ég hlakka bara til að setjast niður með Þrösti. Einmitt. Mér fannst líka mjög gaman að setjast niður með 4 tónlistamönnum. Já. Svona brot af söngkópnum Spektrum kemur hingað og ræðir snjóflóð, aurskriður og eldgos og hvernig hamfarir hafa orðið tónskáldi að yrkisefni. Það verða tónleikar í Grindavíkurkirkju á föstudagskvöldið þar sem að hún Helga Margrét Marsiliusar dóttir tónskáld. Þar sem tónlist hennar sem er innblásin af íslenskum náttúruhamförum verður flutt og auk hennar spjallaði hér við rauðaborðið þetta og svona margt fleira sem tengist tónlist og náttúruhamförum. Ingveldur Ýr Jónsdóttir, kórstjóri og Margrét Pálsdóttir, söngkona og með þeim er Ólafur Stephensen. Vissu þið það að hann er tenor og söngspíra töluverð? Nei, hann er kann ýmislegt fyrir sér, Ólafur Stephensen. Já, einmitt. Hann sýnir á sér aðra hlið í þessu spjalli og þau eru að ræða þessa sérstuð að vera Íslendingur. Þetta er náttúrulega eiginlega linnulausar náttúruhamfarir, sko. Viðbrögð við því með eða undirbúningur og svona og það er mjög forvitnilegt að heyra tónskáldið ræða það hvernig hún treður þessu og býr til úr músík og þarna er harmur undir. Það er hún misti 6 ára gamla vinkonu sína í snjóflóðunni í Súðavík en fór svo aftur að fjalla þetta stef í íslenskri sögu, náttúruhamfarir, þegar hún var að læra tónsmíðar út í Kaupmannahöfn og þurfti að finna eitthvað í kringum litinn brúnn og þá eru það aurskriðurnar á Seyðisfirði sem voru náttúrulega allar brúnar og það er allt brúnt sem kemur til hennar og hún býr sem sagt svo til tónverk sem hún vefur úr öllum 4 landsfjórðungunum og áhugavert og skemmtilegt spjall, svona lista og menningarspjall. Já. Nú, svo við ætlum að vera með meira. Kolbeinn Þorsteinsson kemur til okkar. Kolbeinn Þorsteinsson, hann er sem sagt sonur Ástu Sigurðardóttur og Þorsteins frá Hamri. Einmitt. Og hann gaf út bókinni í fyrir að mamma og fekk góða dóma fyrir. Já. Og þetta er svona,
Var hann tekinn á heimilinu? Ha? Var hann tekinn á heimilinu? Já, öll tekinn. Þetta er ótrúlega saga, sko. Þetta er ótrúlega saga, sko. Og það er hérna, að því að nú hérna, hvað er það, Bakkakot sem er búin með. Já. Það er svona, kannski til einni þess að þau missa forræðið yfir öllum börnunum sínum. Þorsteinn reynda bara fer út af heimilinu, skilur Ástu eftir fárveika af drykkjusýki með 5 börn. Og það enda með því að það eru hjón á Mýrum sem að taka 2 þeirra til sín og svo var talað að taka 3. Og þá hérna fer bóndinn á Símstöðinni Borgarnesi og hringir og segir úr því að við erum að taka 1, tökum við bara það öll. Já, og hann er ekki gömlu símstöðnar, sko, hann fer út úr símklefa númer 2, sko, hann er ekki komin út í dyrunum þegar að kallaði í hann, ert þú ekki Ólafur Högurum? Jú, þá hafði símyndið þín og þá hérna fer hann aftur og þá varst að meina þetta, svona hefur maður ekki hálfkæringi og það enda með því að þau, sko, í öllu því þeirra óláni að þá er það þó lán að þau systkinin, þau alast upp saman. Já. Einmitt. Reyndar hjá vandalausum en þeir bera þeim mjög vel söguna. Gott fólk. Já, það er gott. Svo færði ég hendur. Það er gott innlegg í þessa umræðu. Það er jú til gott fósturfólk. Það er ekki bara til vont fólk. Akkurat. Nei, þau hérna sem sagt og þau voru með 2 önnur börn sem er eldri, líka í svona fóstri. Þessi hjón á Ökrum. Já. En svo hérna... Hann er ekkert bitur þegar hann lítur öxlega? Bitur, jú. Það er auðvitað það. Hann er það náttúrulega. Það eru allir, held ég, einstinni sem hafa lent í einhverju svona, en svo er það bara, ég held að hann sé búin að finna fyrirgefninguna. Hann sé búin að fyrirgefa, sko. Það er stóri sigurinn. Hún er stóra lausnin. Já, það getur það. Við erum oft ekki frjáls án hennar. Nei. Maður sér þetta stundum á bara svipriðum fólk. Sum andlit eru bara meitluð í berg, þau eru drættirnir eru þannig að þetta fólk er alltaf fast í eigið fangelsi út af einhverju sem einhver hefur gert á hluta þeirra og næri einhvern veginn ekki að fyrirgefa og komast yfir. Nei, hann er hérna, þetta er mjög merkileg lífsaga hjá þeim systkinum. Já, ég trúi því. Ég hérna kynntist Kolbeini þegar að ég fór á dekkjavegstæði fyrir mörgum ára síðan og það skipti dekk á bílnum mínum. Já. Ég sett ekki undir nagladekk, sko. Það er lungt. En þá er hann að vinna þar og ég kannast aðeins við hann áður og við erum að tala saman og svo endaði mér sig, hvað að vinna hér? Þú kemur ekki bara í blaðamenn, sko. Já, ég get nú pælt í því, sko. Svo endaði með því að hann kom í blaðamenn, sko. Já. Og er enn að vinna við þetta, skrifa bók í fyrir þess og búin að vera að vinna við, hann var líka mjög góður í íslensku, hann var prófarkalesari og flera, sko. Þú hefur reynst örlaga valdur kannski, beintið og beintið lífið hans. Já, ég myndi segja það. Enga hóvar, segur þú. Já, Kolbeinn er hérna Kolbeinn er hérna gæðadrengur. Drengur góður. Já, það er nú þannig með okkur flest. Sko, hérna staða íslenskunar. Ég ætla að halda áfram að reyna að krifja hana og núna með skólastjórnanda, skólamanni í Hagaskóla sem að fara yfir læsi og þessar menningabreitingar sem hafa orðið og þess að koma inn á gervigreindina. Tókuðu eftir því að það er svona úrtöluraddir eða sem sagt neikvæð umræða gervigreindina, henn er að vaksa fiskur hrygg. Náttúrulega Bergsveinn Birgisson, rithöfundur, var með rosa messu hérna hjá mér í síðustu viku við Rauðaborðið. Þar sem hann spáir engu góðu og nú til dæmis bæði Egill Helgason og Guðmundur Andri Tórsson þeir voru með færslur á Facebook helgina þar sem voru að hérna vara mjög við oftrúnni og þetta væri ekki sko vit heldur hérna eins og Bergsveinn segir, þetta er starffræði, þetta er kóði sko, þetta er ekki skilningur, þetta er hérna
Hafið áhyggjur af gervigreindinni? Ég út frá náttúruverndarsjónarmiðum hef ég gríðarlega áhyggjur af gervigreindinni því að það hefur verið sýnt fram á að einfaldlega bara með því að vera kurteis við gervigreindina þína, bara með því að þakka henni fyrir að leysa fyrir því verkefni, segjum að þú segir hérna Siri hvað er klukkan og hún svarar þér, þá segir þakka þér fyrir og bara það að segja þakka þér fyrir og hún svari, það eru 500 millilítrar af vatni sem fara í bara þetta og við erum allt í einu farin að dæla niður hérna sko 20.000 milljón lítrum bara á vikulega til þess að kæla gagnaverin sem eru hérna utanum þessa gervigreind og þetta er nefnilega, þetta er ekki, og þannig erum við farin að taka grunnvatnið okkar og við erum búin að eyðileggja svo litið hérna, þessa eðlilegu keðju sem við höfum, þessa hringrás sem að við lifum á með því að taka alltaf vatnið úr og dæla á vitlausum stað. Já, þetta er góður punktur. Nú hinir punktarnir sem eru viðsjárverðir eru bara að hún eyði okkur síðir, taki yfir, öllust sjálfstæða kunnáttu einhvern veginn til þess að ná okkur. En svo er það líka bara öll skrifin á leiðinni þangað. Hann segir til dæmis, hann Ómar Örn Magnússon, skólastjóri í Hagaskóla, að skólarnir þurfi kannski, þú veist, nú er talað um símabann í skólum. Það eru margir sem vilja líka bara tölvurnar burt úr skólastöðunum af því að það sé svona sameiginleg viska sem eigi að verða til í námi, manna á millum, nemenda á millum og gervigreindin eru auðvitað andstæða þess. Já, þetta er í fyrsta sinn sem að börnin okkar, kynslóðin sem er svona nýjasta kynslóðin, hún þykir ekki úrræðagóð og klár og kynslóðin og undan. Þetta hefur nefnilega að því að við erum alltaf að verða klárari og klárari en í fyrsta skipti núna eru börnin okkar að verða vitlausari. Er ekki eins upplýst. Rannsóknir sína minna sjálfberga og svona og svona ótengd og rannsóknir sína að sá sem reiðir sig mikið á gervigreind til úrlausnar venjulegum dagbundnum verkefnum, hann bara svo við segjum það á mannamáli, hann verður heimskari en hinn sem notar eigin vöðva upp í hausnum til þess að leysa verkefni. En talandi með gagnaverin, þegar að fyrsta gagnaverið kom hingað, að þá fór ég heimsókn þangað og þá var það sem sagt svo hagstætt með gagnaver í Íslandi að því að vindurinn kælir svo mikið. Já, einmitt. Akkur eru ekki með þið bara út á sjó þá? Já, Kolbeinsi bara. En svo er það kannski að Grímsey verði bara einmitt. Nei, en þetta var að kalland og mikill vindur. Þetta er það sem okkur er sagt. Þetta er svolítið lógískt. En það eru auðvitað margir kostir sem fylgja tilteknum verkefnum því að geta flett upp stitsi leið og allt það það er ekki þannig að þessi svartkvítt en við höfum kannski verið of upptekin að því að rómantísera tækifærin sem fylgja gervigreindinni og við ættum kannski aðeins að velta meira fyrir okkur neikvæðu hliðanum við þetta. Það er svona, mér sýnist það að vera svolítið tíska hugsuða íslenskra núna að vera skeptískir og hvernig hefur gervigreindin áhrif á stöðu íslenskunar við Ómar ætlum að ræða það, skólastjórinn í Hagaskóla og þá er kannski ekki annað eftir af efni þáttarins í kvöld en að þú segir okkur á hverju við ætlum að byrja, María-Lilja. Já, ég ætla að fá Einar Steingrímsson, stærðfræðing og virkar í athugasemdum hingað til mín að ræða svona mann- og kvenréttindi umræðuhefðina á internetinu en hann er eins og ég segi virkur þáttakandi í samtalenu á netinu. Hann er hvass og beittur. Hann er hvass og beittur. Ég get nú sagt frá því að fulltrúi kvenréttindafélagsins hún hætti við svona rétt fyrir þátt að mæta, hún treysti sér ekki alveg til þess að mæta Einari. Þau hafa tekist harkalega á núna undanfarið. Hann hefur verið mjög gagnrýninn á framsetningu pistils sem var ritaður í nafni Kvenréttindafélags Íslands. Það sem að þær töluðu karla sem ofbeldismenn og svona að honum hans grautuðu saman Epstein og svo einhverjum svona innlendum málum. Og hann er ósáttur við þetta, fór kannski fullmikinn í kommentakerfinu sem nóg til þess að fulltrúar Kvenréttindafélagsins þegar ósku eftir því að sleppa að þessu sinni. Þannig á einhverjum tímapunkti stóð til að þau yrðu 2? Já.
fulltrúi frá Kvenréttindafélaginu eða sambandinu og Einar, en vegna viðbragða hans og í rauninni orðræðunar, þannig að þetta er svona þá mætir hann neitt. Akkurat, þannig að hann þarf að sitja hérna með afleiðingum gjörða sinna. En hvað finnst okkur þetta sko? Er ekki bara heiðarlegast að takast á hér við rauða borðið sem á öðrum umræðu vettvangi? Fólki líka frjáls að treysta sér. Já, ég ber alveg virðingu fyrir því, svo sem að vilja ekki eða treysta sér ekki í það samtal, en þekkjandi Einar, þá veit ég nú svo sem að hann er ljúfasti maður, þó ég sé ofsalega ósammála honum oft. Og við erum auðvitað þeirra skoðanir hérna við rauðaborðið að það sé eðlilegast að setja niður alls konar póla úr umræðunni og reyna bara að finna farsæla lausn og málum. Við erum öll sammála að það er eitthvað vandamál, þá þurfum við bara að setjast niður og bara leysa það í staðin fyrir að vera alltaf að skipta okkur upp í lið. Það er annað það verður stundu til einhver nálgun og einhver galdur í því að fólk með andstæðar skoðanir setji saman og ræði saman og þá bara virðast við oft ná einhverjum skilningi og komast á einhvern góðan stað sem er ekki hægt að komast á. Hvert og eitt okkar er alltaf með okkar eigið fjarlægar. Það er svo auðvelt að kalla eitthvað drullusokk á internetinu en ekki framan í hann sko. Ég nefnilega held að samstöðin sem byggir svolítið á þessu módeli að við komum saman og tölum saman. Ég held að ef það hefur einhvern tíma verið þörf á stöðu eins og okkar þá held ég það sé núna sem ansvar við öllu hinn. Já, ég held það nefnilega líka. Þetta heyrum við það út í bæ. Ég hitti konu helgina sem sagði mér hún greiti 4-falt framlag til samstöðurinnar, hún er ekki með mikil efni. Eldri borgari, bara því að henni fannst að þetta væri bara það sem skipti mestu máli í samtímanum einhvern veginn í dag. Já, ég heyrum þetta sko. Við heyrum þetta, fólk er að þakka okkur mikið vel fyrir. Já, og við erum auðvitað mjög þakklátt fyrir öll framlög og bara allar hlustendur sem að Já, við þurfum á þeim að halda. Já, og við þurfum á viðmælandum að halda, við þurfum á gestum að halda. En við vonum að sem fæstir svar okkur því, nei, ég vil ekki koma og hitta hana. Já, það er ég myndi ekki segja að það væri neitt voðalega hræðilegt að sitja hérna. Jú, það er nú einn sem segir. Það er einn og einn. Og sumir spyrja hverjir verða með mér áður að taka ákvörðun. Hef ég ekki orðið varið fyrir því að eitthvað segir, nei, fyrst að hún eða hann er þarna, þá kem ég ekki. Nei, það er sjálfgefnt. Það er sjálfgefnt, það er alveg rétt. En þetta er kannski ágætist dæmi hversu svona hatrum þessi umræða á netinu getur oft verið, þegar hún er farin svona, það er farið að slettast á raunheima, svona út frá suppinu og netinu. Þannig að það er bara verður áhugavert að ræða með Einar Steingrímsson hérna á eftir. Ef það ekki bara að fara að segja þetta gott og leyfa fólki að njóta þeirra rétta sem er á borðum rauða borðinu og samstöðinu kvöld. Já, kæra þakki fyrir komuna Sigurjón Magnús og María Lilja. Takk. Og eftir andartak hefst þátturinn með Einari Steingrímssyni bara rétt að ítreka þakkir okkar til ykkar sem styrkið okkur og styðið og minna á einnig að það eru til svo margar aðra leiðir en að greiða okkur 10 til þess að styrkja okkur og halda okkur gangandi. Það er hægt að auglýsa hjá okkur, það er hægt að deila efni samstöðurinnar, við erum í útvarpi, öppum, við erum út allt en öll dreifing á okkar efni, hún hjálpar okkur. Og áskrifendur, þeir sem vilja styrkja okkur með beinhörðum hætti geta farið inn á vefslóðina samstöðin.is og fundið þar napp þar sem ástendur áskrift. En ég heiti Björn Þorláksson og við teljum í hér eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins,
Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.